Þetta 2B og við erum með fyrst minnisþátt sem með norhliðum og við vorum búin að taka þann fyrir áður. Við vorum búin að segja að það var háttmerki sem að skipti þessu minnisþætti og hvíldarstaðan, það var lágt gildi og óæskilega staðan, að þeir máttu ekki vera set og reset, máttu ekki vera samtímis í háu gildi. Þá kom óæskilega staða á útgangunum, þeir þvinguðust báðir í 0. Þetta var NOR flip-flopin, síðan settum við upp púlsalínritið og það leit út og svona og merktum inn á það óæskilega stöðu og það var þegar að báðir voru í háu gildi. Þannig að NAND-flip-floppin, hann settum við svo upp, já, þetta var óæskilega staðan. Síðan kom NAND-flip-floppin, skiptum hlið og settum NAND-hlið í staðinn og þá breyttist þetta að hvíldarstaðan var hátt gildi en það var lágt gildi sem að skipti honum. Þannig að með því að setja 0 hérna á R-ið þá settum við hann reset og 0 á S þá kveiktum við á Q-unum og þeir mega ekki vera samtímis í lágu gildi. Því þá kemur óæskilega staða, þá þvingast báðir útganguðirnir í hátt gildi. Og sjá hérna aðeins að laga þetta hér, svona já. Og síðan var gert púlsalínrit fyrir það og það kom í ljós að það voru 2 óæskilegar stöður þar sem að þegar að innganguðir eru báðir í lágu gildi og það kom hér og þá þvinguðust báðir útganguðir í hátt gildi. Svo það lagaðist hérna staðan á milli, S-ið fór upp í hvíldarstöðunni á millibilinu hérna og síðan kom óæskilega stað aftur og S-ið heldur áfram að vera í 0 en R-ið fór upp í hvíldarstöðu hér þannig að það lagaðist aftur. Þannig að hér var óæskilega staða á þessu tímabili hér. Og síðan höldum við áfram með NAND flip-flopin og bætum við neitunum fyrir framan til þess að hann virki þannig að það sé hátt gildi sem að skipta honum. Það er svona þægilega að hugsa það þannig að þegar maður setur háan á set að þá verður útgangurinn Q-ið, hann væri hár. Og það er það sem við gerðum hér og við fundum út af því að það gekk alveg vel en það er ennþá óæskileg staða. Staðan er þá þannig að ef það er hátti á báðum þá er hár sem þvingast á báða. Nú leysum við það og útilokum þessa óæskilega stöðu með því að bæta við einni neitun, sem sagt NAND-hliði og þá verður þetta þannig að við útilokum það að verði óæskilega staða. Þannig að ef það er hátt á báðum þá er bara reset hefur yfiráð hérna og það verður bara 0 út á Q og Q0 verður hár. Og það sjáum við þá hérna að hér voru báðir, þetta er alveg sama púlsalínuriti og við vorum með fyrst en þegar báðir í háum hérna, þá verður bara 0 áfram á Q-inu og Q0 er áfram bara í háu. Þannig að R-ið, ef að R-ið er inni þá hefur það yfiráð yfir set. Reseti ræður, það er mjög gott. Ef maður vill slökkva á einhverju þá er það gott að það sé alveg öruggt að það sé þá slökkt á viðkomandi útgangi. Og sem sagt það er engin óæskileg staða hér í þessu. Þegar að þetta hlið hérna, það er búið að valda því að við erum búin að útiloka óæskilega stöðu. Ok, þá er það næsta sem við gerum, þá er að svara þarna einhverju og þó. Já, það var að útbúa NAND flip-flop, data flip-flop segi ég, með NAND-hliðum og þá höfum við gögnin eða data á sérstökum inngangi og síðan opnum við fyrir með svokallaðum klukkupúlsi ef við notum space fyrir það.
og þá sjáum við það opnast fyrir hérna hliðin sem merkt U3 og U4 hérna og hleypa þá stöðu á data út á útganginn Q og svo skoðum við hvernig púlsarleiðréttið kom út hjá okkur fyrir helgi að þá hérna breytist það þannig að þegar við opnum fyrir gögnin á data með klukkupúlsunum hér að þá verður hann hár, svo læsist staðan á útgangi hérna í háum og síðan opnast fyrir nullið sem á data hér næst, þess vegna þetta er 0 hérna útgangurinn og síðan breytist data upp í hátt hérna og læsist úti af því að klukkupúlsinn er í nulli allan þennan tíma þar til að hann verður hár hér, hleypir háagildinu áfram út og svo breytist staðan á D-inu og þá fer það út í nullið, útgangurinn. Svo að það er engin óæskileg staði þessu, svo að andhverfi útgangurinn Q0, hann er alveg andhverfan við Q-ið, innganginn. Svo að þetta er bara alveg spegilmynd af Q-inu. Ok, og svo svöruðu þessu spurningum hérna, hvernig fer klukkupúlsinn að því að læsa útgangunum í ákveðinni stöðu? Hann læsir með því að verða með lágt gildi. Að ef að KP er í lágri stöðu þá læsir hann stöðu útgangana, alveg sama hvort að útgangurinn hár eða lágur. Og í hvaða stöðu þarf klukkupúlsinn að vera til að útgangurinn geti breyst og hann þarf að vera í hárri stöðu klukkupúlsinnngangurinn til þess að breyta stöðu útgangana. Og svo seinna þegar við förum að spá í eins og jóðkáflippapana þá þurfum við átt okkur á þessum hugtökum hérna forkanti klukkupúlsins og bakkanti klukkupúlsins því að það er eitthvað sem að gerist stundum þegar að spennan breytist frá nulli upp í plus, til dæmis plus 5 volt eitthvað slíkt, við vorum algengast með 5 volta lógík hérna og svo aftur hér þegar að breytingin verður frá hágildi niður í lágt gildi, það er kallaður bakkantur klukkupúlsins. Á ensku er kallað falling edge en forkanturinn er kallað þá rising edge. En næsta sem við förum að spá í, það er JK flip-flop 74F112N sem við notum í teljara og hann vinnur á bakkanti klukkupúls og þess vegna getur hann talið upp á við, frá 0 og upp úr. Við höfum prófað að velja með aðra JK flip-flopa sem að telja niður en þá virka þeir á forkanti klukkupúlsins. Þetta er svolítið sem maður þarf að passa sig á. Ef maður ætlar að setja saman svona teljara þá verður maður að velja JK flip-flopa sem að ef maður vil láta að telja upp þá verður maður að láta að vinna á bakkanti klukkupúlsins. Ok, þetta var nú það. Og þetta er ekkert sem að þið þurfið að teikna upp eða eitthvað svoleiðis, þetta er bara útskýring á því sem að ég þarf að kenna ykkur varðandi JK flip-flopa. En það sem við setjum upp núna næst, það er þessi JK flip-flop og við ætlum að gera þetta í dag, byrja á þessu í dag og þá er þetta rásin eins og við höfum verið með hana með rofum og við þurfum að fjölga rofunum hjá okkur af því að þessar JK flip-flop sem við þurfum að finna, byrja að finna sem heitir 74F112N og hann er með þessum 5 inngöngum sem við þurfum að setja rofa á og þá byrjum við á þessu og tökum við hérna finnum rásina okkar, það er langbest er þið ekki með þessa rás með rofunum og við þurfum bara að fjölga rofunum hérna. Reynið að finna hana ef þið hafið ég mælti með því fyrir helgi að þið myndi vista þessa rás þannig að við getum notað alltaf rofana og ef að það hefur týnst allt saman þá bara þurfum við að finna þessa íhluti aftur og byggja þetta upp en ég ætla bara rétt að renna í gegnum það hvernig við gerum þetta, hvernig við byggjum þetta hér. Eyðum þessum hliðum hérna fyrst það er kannski eitt í einu þá bara hér og ég þarf að fara að ná í þessa
JK flip-flop, þennan JK flip-flop hérna, og þá fer ég náttúrulega í search og þetta er númerið á honum og ég ætla að fara bara hérna í, já þetta er TTL af því að hann byrjar á 74F, þá er þetta TTL í hlutur, þá smelli ég hérna á TTL, þá er það svona fljótlegast fyrir mig að fara í þá leiðina. Ég sé að hann er mættur hérna strax því að ég vil leita á hann áður, en þið væntanlega þurfið að smella hérna á search og færa bendilin yfir í component og skrifa þar þetta númer 74 stórt F 11 2 og stórt N og smella þar á search. Þá fæ ég þetta hérna upp í þetta númer hér og smelli aftur á OK hérna og þá fæ ég aftur þessa síðu hér sem ég var reyndar með áðan. Og hann er hérna á staðnum 74F 11 2 N. Þegar þetta er komið þá smelliði á OK og já, hér er A eða B. Við skulum sjá að við fáum ekki aftur möguleika að velja annarkvort A hluta af vísirásinni eða B hlutan. Veljum A hlutan eins og við talaðum hérna, velja A hlutan. Og þá kemur það svona upp og þá staðsetjum við að hérna svipuðu stað og vorum með hliðin. Og svo segir ég bara cancel hérna, því að ég ætla ekki að nota fleiri, ekki í þessu verkefni, bara í næsta verkefni þegar ég setja upp teljara, þá setja ég fleiri svona JK flip-flopa að nákvæmlega þessari stærð. Ok, þetta, já, ég ætla að stækka það. Náðuð þið þessu? Komumst við hingað? Allavega, við þurfum 5 stykki af rof, já. Notar við hérna F, bara FF eða notar við hérna FF og svo hérna bætingamörkið hérna NEGSR fyrir hérna stóra bóksið. Það er bara nákvæmlega í bóksögu hérna 1PR sem að stendur hérna. Þú veist þegar það er að koma 2 JK FF til greina þegar þú gerir search? Já, þá vel ég A hlutan. Almennt þess að en að bara JK FF? Já. Af því þetta er bara JK flip-flop sko, já. Þannig að í þessu bóksögu sem Já. stendur 1PR, það stendur set hjá okkur og reset fyrir neðan. Það stendur 1CLR. Sem sagt, þið, já, býtum við, ég ætla að fara hérna aftur í þetta, sko, þið farið hérna inn í TTL og þið smeltuð á search hérna og skrifuð inn þetta hérna, var það ekki? TTL, já, og síðan... Á TTL, já. Þegar þú komum, þá opnaðist þetta hérna, sko, og smellið þar á search, bara svo þessi pottið með alveg rétta og skrifið þarna inn númerið 74 stórt F 11 2 og svo stórt N. 11 2 og stórt N. Já, ok. Já. Annar en þú varst með. Það hlýtur að hafa verið einhver annar því að þetta er, ef það hefur ekki verið nákvæmlega eins. Það stendur hérna funksjón dual JK flip-flop. Það því að það eru bara 2 flip-flopar í einni í sér ásanna. Þið fáið þetta örugglega þegar eru konir með rétta númerið. Já. Ok, gott mál. Og svo þegar þið smettið OK, þá var bara hægt að velja sem sagt A eða B, eða A-inu hérna, þá sem var OK, og þá er best new hérna sko, það er bara U1, það er bara A, það er lang best, að byrja bara á A. Ok, þá eru konum við það. Og þá er bara að fjölga rofunum hérna, það er bara að, það má eyða þessu hér og það er bara, við vorum með eitthvað áður að 2 rofar allavega
og þá getur maður bara sett copy á viðkomandi rofa og svo bara paste. Þannig að þeir snúi svona áfram, skiljiði. Ég þarf að bæta við 3 rofum hjá mér. Þannig að þeir séu 5 í heildina. Og svo hérna bara aðeins tekið hérna úr sambandi. Og þetta hér er þá fyrirmyndin sem ég hef. Efsti rofinn fer inn á preset. Svona. Og næsti er jóð. Og síðan kemur klukkupúlsinningangurinn. Og svo kemur K. Og ég merki þessa rofa með jóð og K. En sko klukkupúlsinningangurinn eins og ég var með þetta á dataflip-flóðum, ég ætla að velja bara space af því að til þess að hleypa áfram eða telja, þá er mjög gott að nota sem sagt space fyrir það. Bara bilslána, hún er það stór, það er auðvelt með að hitta á hana þegar maður horfir beint á skjáinn sko, á þess að missa marks. Og þannig að þá er sko auðveldast að velja bara reset fyrir clear og bara set fyrir preset hérna efst, sem sagt. Að velja hérna S fyrir preset, hérna ofan á honum, tengingin ofan á jókaflip-flópum og tengingin neðan á honum, það væri þá reset. Það breytist hérna aðeins hjá mér, svona reset að neðanverðu. Ok, svo var það jóð og K, jóð hérna, spurning hvað ekki færa hann aðeins niður þess að fá þess að beina línu, ok, jú, og fæ hérna, þetta verður jóð, og svo kemur K hérna fyrir neðan. Þá er ég búinn að merkja K, merkja alla rofana en eftir að klára að tengja þá. Og þá fæ ég bara hérna digital ground aðeins ofar náttúrulega og upp í neðri hlutan á rofanum. Þannig að ég tengi þá neðri hlutan á rofanum alltaf inn á ground, inn á jörðina og nú tek ég bara neðsta, efri hlutan á neðsta rofanum og fer með hann hérna beint upp í plusinn, plus 5 volt sem er hérna fyrir ofan og tek svo beint út efri hlutan á þeim sem ég á eftir, beint út í 5 voltin. Svona, það byrður að passa okkur að þetta sé allt saman rétt og þá eigum við bara eftir að raða ljósum át allt saman svo við sjáum hvað er í gangi á hverjum stað. Við getum tengt hérna Q0 og Q, þetta eru sömu hugtökin og já, það er kannski gott út af hérna töflunni að snúa ljósunum þannig að þau séu svona hlið við hlið. Q og Q0. Svona þá er auðvitað að sjá hvernig að hvort við þurfum að gera breytingar á töflunni eða ekki, hvernig þegar við rennum í gegn með hana. Og nú þurfum við að skoða hvað við erum að gera. Hér eru smá fyrirmæli, sem sagt, það er talað hérna í töflunni staða fyrir klukkupúls og staða eftir klukkupúls. Hvað þýðir þetta? Jú, það er staða sem við þurfum að stilla upp áður en við gefum klukkupúls og það að gefa klukkupúls, það er að setja sem sagt klukkupúlsinn hérna, innganginn, í háttgildi og aftur í láttgildi og svo býður hann á hvern tíma. Sem sagt, til þess að búa til
svona klukkupúls þá þarf maður að íta 2 sinnum á bilslána, sem sagt á space, sem sagt upp og niður. Þá erum við búin að gefa 1 klukkupúls. Og set og reset eða sem sagt clear og preset, hérna tengingarnar upp og niðri, þar þurfum við að hafa háttgildi svo við getum prófað yoga flip-flopin. Þannig að það er 0 sem að breytir stöðunni á útgöngun með við sem sagt nullum hérna þennan yoga flip-flop. Ef það verður kannski margir svona yoga flip-flopir í röð að þá getur sett sko 0 á clear á öllum, þá myndu þeir nullast allir. Það er mjög gott, sérstaklega þegar við erum með svona teljarar á sér. Það geta nulla teljara. Svo við getum byrjað að telja frá 0. En þannig að nú skulum við skoða hvernig að við fyllum upp í töfluna og hún er náttúrulega ekki svona útfyllt eins og hjá mér, hjá ykkur. Það vantar sem sagt stöðuna eftir klukkupúls. Svo að ég ætla að setja þetta í gang og svo fara í gegnum töfluna eins og hún kemur fram hérna. Og ég ætla að setja sem sagt, já, ég ætla að hafa R-ið fyrst í 0 og allt þetta í 0 og S-ið í háugildi því að það er rauninni hvíldarstaðan í þessu. Þá set ég í gang hérna og þá verður upphafstaðan hjá mér eins og hann á að vera í staða fyrir klukkupúls að Q er 0 og Q0 er hár og staðan á J og K er 0 á báðum. En það er kannski skýrara fyrir ykkur að sjá það ef ég myndi setja ljós á þetta allt saman. Og ég man að það var hérna hérna efst til að setja það hér og setja á fleiri staði. Þess að við sjáum það stöðun og þessu öllu saman. Og hérna höfum stöðun á þessu og síðan hér og á klukkupúlsinum það getum við líklega haft bara hérna einhvers staðar, svona og þá held ég að allt sé tengt hjá mér og prófum að setja þetta í gang. Já, þetta verðist vera rétt og svo setja ég R líka í háttgildi. Ég ætla aðeins að stækka þetta svo ég sjá betur hvað er að gera hérna. Svona. Þannig ég ekki sniðugt að hafa þetta ljós alveg svona ofan í þessu en að lítið blás. Við sjá hvort að þetta sleppur ekki samt. Þetta er kannski aðeins svo stórt hjá mér. Svona. Það sem við sjáum ekki hérna er bara spenningjafa merkingin. Svona. Það reyna að stilla þetta af þannig að það sjáist sem best. Er þetta ekki sæmilega stórt? Já, þið sjáu þetta, er það ekki? Þarna aftar, já, ok, gott mál. Þá rennum við gegnum þessa töflu. Sem sagt að í byrjun þá er 0 á Q og Q0 er hár. Og við erum ekki með preset og clear neitt í þessari töflu. Þar höfum við bara háttgildi því að við getum notað það til þess að breyta stöðinu á útgangur með þau gerum það með einföldum hætti. En þá byrjum við. Og það sem á að vera á J og K, það er 0 á báðum. Það er efsta línan. Ok, og þá að gefa klukkupúls. Þá ít ég 2 sinnum á space. Sem sagt háttgildi og láttgildi. Þá kemur ljós hérna og svo slekk ég aftur hérna. Og það gerist ekki neitt. Þannig að staðan verður áfram eins, 0 og 1. Þá erum við búin með þessa línu hérna. Ok, þetta er komið.
Næsta lína hérna, það við höfum að breyta núna, við höfum búin með efstu línuna, já. Næsta línan, við höfum að breyta K í háttgildi, það er það sem ég er búin að setja gult á núna. K-ið á að fara í háttgildi. Setja K-ið í háttgildi hér, býtum við, nú þarf ég að skipta yfir á, ef maður merkja hérna, smetla á hitt forritið, setja K-ið hérna í háttgildi. Sjáu það kemur ljós hérna á K-ið. Svo gef ég klukkupúls og það verður engin breyting, það verður áfram 0 og 1. Nú breytum við þessu hérna, stöðunni, þannig að 1 verður á jóð og 0 verður K-ið verður með 0, jóð verður með 1 og K-ið með 0 og þá gef ég klukkupúls, ég ætla að slökkva K-inu og jóð verður háttgildi, svona verður það og svo gef ég klukkupúls og hvað gerist þá? Þá breytist staðan þannig að Q-ið kviknar og Q0 verður 0. Sjáu þið hérna. Það verður breyting á útgangunum. Nú, staðan verður svona. Nei, hún verður ekki svona. Hún á að breytast frá því að verða 1, 0 yfir í 0, 1. Þannig að þá þarf ég að þá breyti ég þessu með því að ég setja R-ið inn í 0, niður í 0 og þá núlla ég sem sagt Q-ið og Q0 verður hár og ég setja aftur R-ið í háttgildi þannig að staðan fyrir klukkupúls er þá aftur núna 0 og 1, sjáu þið hérna 0 og 1 og núna set ég bæði J og K í háttgildi þannig að það sem ég breyti núna er að K-ið fer líka í háttgildi. Ok, ég set K-ið í háttgildi, það býtum við, K er hér, já K er hérna niðri, það fer í háttgildi svona. Og núna gef ég klukkupúls. Og þá breytist staðan útgangi, Q-ið kviknar og Q0 verður 0. Og þannig að þá verður það áfram svona eftir klukkupúls að hér verður 1 og svo kemur 0 eftir klukkupúls 0 á Q0, 1 á Q. Hvað á að gera? Næst þá hef ég sömu stöðu og það breytist í staðan fyrir klukkupúls er þessi hérna 1 og 0, ok og það er 0 á J og 0 á K þá set ég 0 á J og 0 á K og svo gef ég klukkupúls og það verður engin breyting þannig að það verður áfram 1 og 0 þá er ég búinn með þessa stöðu hér áfram verður þessi staða 1 og 0 hérna 1 og 0 og núna set ég K-ið í háttgildi J er áfram í 0 en K-ið verður háttgildi svona og núna gef ég klukkupúls og þá skiptir hann yfir í 0 á Q og Q0 verður hátt gildi. Þá er ég komin sem sagt hingað. Ég breyti K-inu í 1 og það er þá virðist manni sem svo að maður getur að sjá það að ef að K er inni að það ræður því að Q-ið Q0 sem sagt komi inn, maður slökkvi á Q-inu þannig að K-ið virkar svona eins konar reset fyrir Q-ið eða fyrir flip-flopinn. Ok, það næsta sem við gerum, við þurfum að laga stöðuna aftur þannig að var sem sagt breytist yfir í 0,1 en við höfum að hafa stöðuna fyrir klukkupúls 1,0 og þá get ég gert það með einni skipun hérna með setja það í 0 og þá breytist staðan útganginu beint yfir í 1 á Q og Q0 með 0 og núna þarf ég að breyta þessu þannig að 1 verði á J 1 á J en 0 á K og núna á ég að gefa klukkupúls
og það verður engin breyting. Q-ið verður áfram háttgildi og Q0 verður 0. Og það vegna þess að jóðið einlega virkar svona svipað eins og sett. Jóðið það kveikir á Q-inu. En núna þurfti það ekki að kveikja á Q-inu vegna þess að Q-ið var nú þegar komið á. Skoðum þetta þá áfram, hvernig næsta staða verður. Það verður áfram 1 á Q og Q0 er 0. Og kannski ætti að færa þetta hérna niður svo við sjáum hvernig það lítur allt saman út frá upphafi. Svona, þá erum konin hingað. Og það er staðan Q, Q0, 0. Q er 1, Q0 er 0. Og þetta er rétt staða fyrir klukkupúls og núna ég að hafa bæði kveikt á J og K. Ok, skoðum það. Jóð er í háu og þetta K er líka í háttgildi, svona. Og allt er annað rétt og þá gefum við klukkupúls og sjá hvað gerist. Og hann breytir stöðu útgangi. Þegar að báðir eru háir bæði J og K. Og þá verður 1-0 verður 0-1. Og þannig að staðan næst fyrir klukkupúls er 0-1. 0-1, ok, og við eigum að kveikja, að halda áfram að vera með jóð kveikt en við slökkvum á K-inu. Ok, slökkvum á K-inu, það gerum það hérna, svona, og þá skoðum við hvað gerist eftir klukkupúls. Og býtum við, er staðan fyrir klukkupúls rétt? Já, það er 0 hérna og 1, 0 og 1. Einmitt. Og jóðið er með háttgildi 0 á K. Ok, gefum klukkupúls. Ok, og hann skiptir sér. Þannig að það sem ég sagði áðan, að ef að jóð er með háttgildi þá virkar það svona svipað eins og sett að það kveikir á útganginum Q. Og það gerist einmitt hér að Q-ið varð hátt og Q0 0. Og þá er staðan svona fyrir næsta skipti. Það er 1 og 0 og við erum að slökkva bæði á jóð og K. Þannig að nú þarf ég bara að slökkva á jóðinu því að K er nú þegar slökkt. Ok, svona á staðan að vera fyrir klukkupúls og nú gef ég klukkupúls. Og það gerist ekkert á útgangi. Það er greinilega að við erum búin að læsa útganginum með því að hafa slökkt á bæði jóð og K. Það er bara áfram 1 og 0. Hvernig er staðan þá í næsta skipti? Það er óbreytt, það er 1 og 0 áfram. En núna er 0 á vera á jóð og 1 á K. Og K-ið svona líkist resetti þannig að það ætti að slokna á Q-i og Q0 ætti að koma inn. Við reynum að skoða hvernig það gerist ekki. Nú gefum við klukkupúls. Býtu nú við. Nei, ég glemdi að kveikja á K-inu. Sorry. Svona, staðan er rétt fyrir klukkupúls og núna gef ég klukkupúls. Og það slökknar á Q-inu og Q0 verður hátt. Það passar hérna. Ok, og þetta er staðan sem á að verða næst fyrir klukkupúls og ég á að slökkva aftur á K-inu. Svona. Og núna á ég að gefa klukkupúls og staðan verður bara óbreytt. Það verður áfram 0 og 1. En fyrir næsta skipti þá á ég að breyta, það verður 1 og 0. Þá nota ég S hérna til þess að breyta á Q verið hátt og Q0 lágt. Gerðu það svona og ég seti S aftur í háttgildi. Því að þá annars myndi það bara halda þessu í þessari stöðu. Það verður að vera svona. Og þannig að þá er þetta 1 og 0, ég er komin hér og ég á að setja K-ið í háttgildi. Svona. Og nú gef ég klukkupúls. Og þá breytist staðan. 0 og 1. Ok. Og þetta er staðan sem að verður fyrir klukkupúls. 0 og 1. Og ég set bæði J og K í háttgildi. J fer í háttgildi núna. Og þá er staðan rétt
svona hérna 0 og 1 og ég er hér, ég er staddur hérna núna bara aðeins að verkja þetta hvar ég er svo ég ruglist ekki og hátt bæði og jóð og ká og staðan fyrir klukkupúls er 0 og 1 allt í góðu lagi. Nú gef ég klukkupúls og hann skiptir sér þannig að hann breytir sér í hvert skiptir sem ég gef klukkupúls ef að bæði jóð og ká eru í hágildi þá breytir staðan útgangi sjáum það hérna það var sem sagt 0 og 1 og verður 1 og 0 ok þá er staðan svona fyrir næsta klukkupúls og þá er ég komin hingað og það er áfram í hágildi 1 á jóð og 1 á ká og ég gef aftur klukkupúls hérna og hann skiptir sér yfir í 0,1 þannig að ég sé það ef bæði jóð og ká eru inni að þá skiptir hann sér í hvert skipti sem ég gef klukkupúls þetta er staðan svona fyrir klukkupúlsinn svona og svo gef ég aftur klukkupúls bæði jóð og ká í hágildi og þá breytir hann sér í 1,0 þá getum við farið að svara spurningunum náðu þessu eða ég renni það aftur þá í gegnum þetta með ykkur ég ætla rétt að svara spurningunum í þessu hérna í restina í hvaða stöðu þarf jóð og ká til að Q sé í 0 eftir klukkupúls jóð þarf að vera í 0 og ká þarf að vera í 1 ok af því að ká sem sagt þarf að virka svona eins og reset til þess að Q-ið slokni og hvaða stöðu þarf á jóð og ká til að Q sé hár eftir klukkupúls þá þarf jóð að vera í hágildi og ká þarf að vera í 0 jóð virkar svona eins og set hann kveikir á Q-inu og ef að ká er í 0 að þá hefur það ekki áhrif beinlínis til þess að setja Q-ið í hágildi þá er nóg að vera með jóðið í hágildi og gefa klukkupúls auðvitað þurfa náttúrulega preset og clear að vera báðir með hágildi svo allt sé í jóka flip-flopin sé full virkur og síðan það spurningin held ég, nei næst síðast það kannski hvað gerist á útgangun eftir klukkupúls ef bæði jóð og ká eru í 0 og þá gerist bara ekki neitt útgangun eru frosnir í sömu stöðu og þeir voru settir í síðast ok og svo er þetta sennilega síðasta spurningi hérna svo hvað gerist á útgangum eftir klukkupúls ef jóð og ká eru bæði í háugildi og þá breytast útgangunar stöðu í hvert skipti sem klukkupúlsinn fellur útgangunar breyta stöðu eftir hvern klukkupúls þá er ég búinn að fara í þessari upptöku yfir öll þessi svör en við skulum bara fara rólega í þetta ef að þið hafið mistað af einhverju og ég stoppa bara þessa upptöku